Já, nú ætlum við að ræða samfylkinguna. Hann komin hérna Mörður Árnason, þrautreyndur samfylkingamaður og vinstrimaður. Takk fyrir það. Já, og stjórnmálaskýrandi. Þú sagst nú lengi með Hannesi Hólmsteini. Það er rétt, Hannesi. Já, þið voru... Það voru nú ekki stjórnmálastýringar, það voru meira svona... Karp. Skemmtiþras. Já, en að því að það er svona spenna í kringum annan flokk, Sjálfstæðisflokkinn, hvort að Guðlaugur Þór bjóði sig fram á móti Bjarna. Það er rétt, já. Hvað myndirðu segja ef myndi byrja að spyrja stjórnmálaskýrandan? Hvað heldur að gerist? Sjálfstæðisflokkinn? Já, hvort að Guðlaugur bjóði sig fram. Hann er ekki búin að því eða hvað? Rúf er byrjað að segja alla líkur, bendi til þess. Já. Mér fannst það nú ólíklegt, en ég veit ekkert það. Ég veit ekkert hvernig málum standa í Sjálfstæðisflokknum. Þannig lagað, sko. Það er náttúrulega, Bjarni skilar ekki miklu þannig lagað, menn flokkurinn er bara á sama stað og það loða við hann að teflonið er kannski að fara á honum. En þetta er auðvitað þannig að fylgis, ég er ekki viss að Sjálfstæðisflokkurinn sé fylgislagið, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara á leiðinni niður. Stóru flokkarnir hafa verið það, hérna svo Ólafur Þ. Harðarson hefur sýnt okkur, hafa verið það er eitthvað að gerast í samfélagunum. Bara alls þar í heiminum. Það er ekki tveggjatunna hérna samfélög í uppfyllingu, heldur það sem sé fleiri flokkar og stóru flokkarnir eru sem sé fara niður. Við sjáum það ekki í löndum eins og Bretlandi því það er kosningakerfið öðruvísi. Nú síðan alltaf hefur Sjálfstæðisflokkurinn bara, menn það er hérna, hann heldur ekki allt sitt lið, menn hann hefur tekið þessa afstöðu gátt Evrópusambandinu og mist þar með út Viðreisn sem er auðvitað hægri flokkur þó að mér sé skár við hann en Sjálfstæðisflokkinn og hann sé kannski einhverju leyti svona siðferðugri eða ekki spiltur og Sjálfstæðisflokkurinn er. Það er líka kannski svona 4%, svona helmingurinn að fylgi Viðreisnar gæti maður ætlað að ætti heima í Sjálfstæðisflokknum, já, akkurát. Og kannski annað eins og Miðflokknum. Jafnvel meira, já. Kannski allur Miðflokkurinn nú orðið. Já, alls staðar, menn þetta er það á engin fylgi en sem sé það sem Sjálfstæðisflokkurinn var. Að það var svolítið flokki fólksins sem Sjálfstæðisflokkurinn átti ákveðið sem við kallum hérna verkalýðsfylgi. Hérna í gegnum sterka verkalýðsleiðtoga og svona karaktera sem höfðu ákveðið fylgi meðal hérna, kemur þú ekki úr slíkum, er ekki þinn bakgrunni svolítið svoleiðis? Man eftir hérna í Vesturbænum, sko, það var svona verkamannafélagið, hvað hérna, Sjálfstæðisfélagið Óðinn, það voru svona verkamenn. Ekki sjálfstæðismaður í minni ætt, sko. En ég man eftir þessu í Vesturbænum, ég man eftir svona frasa sem var sagður að hérna að vera 3 stjörnur Reykvíkingur, ég held að Ellert Skrama þess að það er að vera, sko, af því að þú veit, ég er Káar í búningnum, sko, að vera sjálfstæðismaður, Vesturbæingur og Káringur. Þannig þú ert einnar stjörnu Ég er nú Vesturbæingur líka, orðin aftur. En þetta er nú sem betur við liðin tíð, því að Káar og Vesturbærin erum komin, allavega Vesturbærin komin annað pólitískt en var. Ég skal ekkert segja þetta, og heldur ekkert. Þetta er bara mjög gott að við byrjum á þessu, vegna þess að samfylkingin sem við erum að fara að ræða núna var eiginlega stofnuð sem mótvægi við þennan Sjálfstæðisflokk sem að þú ert að segja að muni aldrei koma aftur. Já, hann er nú 25%, sko, með völdans eru þarna ennþá, þó hann hafi ekki jafn ævintýralegt fylgi. Hann hafði náttúrulega alveg ofboðslega mikið fylgi hérna áður. Maður hugsa sér þetta, menn hann hafði hann með, hvað var hann með, hann fekk einu svona 10 menn af 15 í borgarstjórn Reykjavíkur, hann var með fylgi upp á 35-40% í þingkosningum. Hann var alveg nánast örugur með ríkisstjórnarþátttöku allan tíman. Svo þegar maður skoðanakannanir á milli kosninga, þá fór hann yfir 50%. Akkurat, já, það kom fyrir. Þannig að þetta er auðvitað breytt og það er breytt staða líka samfylkingamegin en frá okkur á vinstrikantinum að þá er líka breytt staða. Sá draumur sem við hafðum um 2 turna, eða mér var nú alltaf saman minn turnin, einn turn minn sást okkar með. Mótvægi við stóran, sterkan flokk sem geti myndað, eða geti svona samfyllt eða saminað vinstrimenn. Það er ekki lengur, árið 2022 er bara öðruvísin árið 2000 með það og ef mér alltaf gráta það, þá geta það gert það, það er bara, skulum bara safna liði, ekki gráta Björn Bjóndal, safna liði og staðan sem við erum í núna er kannski svo að við erum með, í síðustu þingkosningum vorum við með 10%, svo voru feikilega vonbrigði og tap og ömurlegt fannst manni. Vorum með, þó við fórum, 2% var ekki mikið niður en það var samt 2% að 12% eru 1/7, sko, það voru hérna einn þingmaður að vísu, í raun og veru 2
en þetta var sem sé tap. Nú það má segja kannski að eftir kosningarna þá töluðum við það okkar á milli að þó við verum 10% flokkur í kosningunum þá ættum við ekki að hafa okkur þannig, við ættum að hafa okkur eins og 25% flokkur, eins og svo flokkur sem við viljum vera. Svo þið roggin. Og ég skrifaði grein að svona innlegg í minnstast á samfélkingar þráðinn eða vefinn, þráðinn, spjallið, þar sem ég taldi upp styrkleikana 7 styrkleikar samfélkingana, svo hefur hún líka 7 veikleika og ég telja það upp fyrir þér bara hratt. Eitt styrkleikin er ekki ofrætt, þannig ég verið að skilja. Já, ok, en ég skal ekki fara ekki halda langar ræðu. Eitt styrkleikin er nokkuð klár grunnstefna. Við þurfum ekki mikið að fara í grunnstefnuna, hún er til, við þurfum ekki að spekulara í því hvað erum við að gera í þessu og hvað erum við að gera í hinnu. Er það jafnaðarstefnan? Já, það er jafnaðarstefnan. En það er ekki svona hugtak eins og sjálfstæðarstefnan, það veit ekki alveg hvað þetta er? Nei, farðu bara að skoða þessi plögg frá Samfylkingunni, stefnuplöggin frá 1999, það er rauður þráður í gegnum þau allsumul og hann er auðvitað kemur úr, hann er ekki fundin upp bara svona eins og Aþenur hafði seifs, heldur byggir hann á styrkleika 2 sem er hefð og saga. Við komum hérna úr 2 aðalflokkum með kvennalistanum og reyndar þjóðvaka líka og miklu fleiri flokkum litlum á vinstri kantinum þó að VFG hafi sveikt af leið. Nú saga verkalýðshreyfingarnar verkalýðshreyfingin og það er kannski þriðji styrkleikin, það eru tengslin í verkalýðshreyfinguna og sá arfur sem við höfum þar og reyndar við mannréttindahreyfingar líka af ýmsu tagi. Fjórði er svo þetta alþjóðasamstarf og þessi alþjóðlega viðmiðun sem við höfum, sem eru flokkarnir hérna kringum okkur, sem eru hérna annarkvort aðalflokkurinn í stjórnarandstöðu í nágrannalöndunum eða flokkur forsætisráðherrans. Við erum hérna, fyrir skömmu voru norrænir forsætisráðherrar allir jafnaðamenn. Nú er það rætt. Svo dettur, já það er bara eins og hefur gerst á Norðurlöndum fram á aftur. En það var þannig sem sé, 4 af 5 og kannski eitt í viðbót sem við höfum og það er hér að það vantar eitthvað, þetta er 6. Já, þetta voru 5. 6 er kannski það hvað við erum miklu sterkari í sveitastjórnunum, hvað við erum miklu sterkari í nærpólitíkinni heldur við höfum verið á þingi. Við erum með, VFG er með svona 6, 7, 8 sveitastjórnarmenn, það er ótrúlegt að þeir eru ekki miklu fleiri, en ég held að við séum milli 25 og 30, þór ekki að segja það, við erum bara, það er bara ákveðin styrkleiki þar og þegar samfélkingin er gild út í eða svona á þinginu, að þá kemur hún strax árið eftir og rís í sveitastjórnum, en það lætur ekki undan og vinnur á með þessu. Og 7 er kannski það sem við höfum verið að sjá núna undanfarið. Og það hefur komið sem sé að nýleiðurinn í flokknum hefur gengið mjög vel. Það er með flott ungt fólk að koma til okkar eða reynda komið til okkar og er að taka völdin svolítið. Mér finnst það að því kynnti mér nú sem gamlan draug hérna í flokknum og mér finnst það eiginlega vera mitt hlutverk meðal annars þangað til að ráðist á mig en einhvern tíma verður mér hent út líka að undirbúa eða hjálpa til að unglegarnir taki yfir og stærsti og sterkasti unglega en náttúrulega verðandi formaður Kristrún Frostadóttir. Þannig að hann eru 7 styrkleikar, svo eru alls konar veikleika líka en þegar ég tala um þessa 7 styrkleika og skrifa þessa grein, þá var ég að miða við erum með 6 menn á þingi. Píratar eru líka með 6 menn á þingi. Flokkur fólksins sem er 6 menn á þingi, maður tekur ekkert eftir þeim, það er bara, maður heyrir ég þeim einu sinni í mánuði. VFG er með 8 menn á þingi, aðeins fleiri. Það verður ekkert varfið þá stjórnarþingmennir er náttúrulega ekki ábyrgandi kannski. Nei, nú er ég bara að tala um stjórnarandstöðu þingmenn nema VFG sem okkur koma við, sem eru svona, við höfum einhver tengsl við þó að Viðreisn sé ekki vinstriflokkur þá höfum við svona ákveðna málumlega samstöðu með honum í svona lykilmálum. En við höfum í öllum þessum atriðum höfum við styrkleika meiri en þessir flokkar og þess vegna höldum við áfram. Þess vegna erum við þess vegna förum við nokkuð glöð og kátt inn á þennan landsfund og mér líður þannig í fullri alvöru, ég er ekki formaður eða frambjóðandi eða þannig ég þarf ekkert að segja það en mér líður þannig, mér leiði ekkert vel áramótin, mér líður þannig að samfélgin sé á leiðinni, það sé eitthvað að gerast, það sé eitthvað tíðindi, það séu
hræringar inn í samfélninguna, við séum að læra og breytast. Kristrún skiptir náttúrulega ofsalega miklu máli þar, ekki bara hún, sjálfmennandi ung kona, sterk og gáðuð, heldur líka það sem hún segir og það sem svona á bakvið hana. Þú tekur náttúrulega eftir sjálfur sem sjálfur gamall stjórnmálastýrandi og stjórnmálamaður, þó hafa nú ekki kannski þórað að viðurkenna það hér áður eða verið að það sem Kristrún að segja, það ákveðið nýr tónn í því. Hún að segja, það var nú ennþá eldri en ég sem hefur fyrst vel með pólitíkinni, hann sagði já, Kristrún sko, hún er að fara aftur fyrir Blair í sem sé okkar tegund af stjórnmálum, í sósíaldemokratismanum, í jafnaðarstefnunni, að finna rauða þráðinn sem típist. Akkurat, fara aftur fyrir Blair og finna gömlu gildin og fara í ræturnar og vinna á þeim grunni, en ekki þriðja leiðin láta það ekki trufla sig. Það er svona handan við þá pælingu og mér finnst það mjög gott. Ég er hrifinn af því. Ég var aldrei mjög hrifinn af Blair og leið ekkert ofsalega vel í Blairismann. Við betur núna. La Fontaine maður. Já, ég var vel að Jospin maður, franskur sósíalisti. Guð sé minningu þeirra náðugur. Þeir hafa farið hvað verst út úr þessari krísu sósíaldemokrasíunar í Frakklandi og maður veit ekki hvað gerist þar en Jospin sem varð forsætisráðherra og tapaði svo illa fyrir Le Pen eða rétt fekk hann var maður sem ég leit til. Jafnaðarstefnan, hún klár og skýr. Já, hún ég að segja að maður veit ekki alveg hvað hann þú kannast við sko sjálfstæðisstefnan, hann veit ekki hvað það Já, ég veit að þeir grípa til þess og það er oft sem að fólk í kringu samfélkinguna kastar þessu jafnaðarstefnan að það getur vísaði hvað sem en maður eins og að þú talar um þessum samstöðuna með Viðreisn og fleira, þá er það málin sem að samfélkingin hefur sett á oddin náttúrulega Evrópusambandið og svo í bænum er það ekki á oddin, en kannski hafa þau verið of áberandi. Við vorum einu sinni einir með Evrópusambandið, svo eru konum fleiri flokkar, það er Viðreisn og að hluta til Píratar og smám saman verður þannig að ég held að fleiri kom inn í það, en Evrópusambandið er auðvitað ekki sérstakt mál okkar skilur við, það er ekki mál sem að maður býr ekki til heilan flokk í kringum Evrópusambandið og fleiri mál eru svona. Ég vissum að margir upplifa samfélkinguna þannig sko. Já. En svo er líka mál eins og við erum í borginni með borgarlína, þétting byggðar, flugvöllin burt. Það sem að samfélkingin er með svona oft baráttumál sem eru sundrandi mál. Myndirðu taka til það? Nei, borgarlínan ekki verið sundrandi. Það erum að sömu leið það er nú ekki samfélkingin bara inn í því, það er 3-4 meirihlutar ýmsu dagi sem hafa búið það til. En það sem ég ætla að alls ekki, það er það sama að gerast í öllum almennlegum borgum í heiminum. En sko annað sem ég finnst vera kannski samfélkingapólitík og við höfum þetta þurft að gjalda fyrir, það eru sjávarútvegsmálin. Það er sem sé svona þetta stóra, hrópandi, argandi, öskrandi óréttlæti sem orðið sko 30-40 ára og ég er ekki búin að gefast upp á því og samfélkingin er ekki búin að gefast upp á því en við megum samt ekki fara í hverja kosningar í röður átt að höggva á okkur hausinn af því að íhaldinu og framsókn tekst að búa til úr okkur draug og skrimsli gegn landsbyggðinni, hvað eftir annað. Það sem við þurfum að halda okkur við og það sem við erum auðvitað verkalýðsflokkur, við erum flokkur launafólks, þeirra sem vinna, ekki þeirra sem eiga og það er það sem við þurfum að halda okkur við og við höfum kannski glemt því svolítið og það sést alveg núna, þessar hræringar núna í verkalýðshreyfingunni það fólk hefur svolítið farið frá ykkur, það er þetta að sjá það í kosningar ég veit það vel og það er það fólk sem við þurfum að ná aftur, það er réttara sagt við þurfum að vinna fyrir því að það fólk að standa með því fólki og að það fólk standi með okkur og það er auðvitað alveg klárt að það hefur gert það í ýmsum ástæðum og það er náttúrulega að þetta hefur verkalýðsstéttin eða launa fólk er auðvitað ekki sama hugtaki núna og það var sko 1960 og hvað á 1920 og svo framvegis að það er samt til þessi höfuð mótsögn held ég að sé til þeir sem eiga, þeir sem vinna hvað sem við kollum það, við getum farið í marxisman líka eða farið í marxís hugtök á því mér finnst þetta brágett svona Ég hlusta á Kjartan Valgarðsson í gær í fræga verkalýðsmálaráðið, það var málstofa í verkalýðsmálaráðinu fræga í Samfylkingunni sem margir líta á sem eitthvað svona steinvölu í skónum. Já, það er mjög skrítið en þetta var nú Finnst þér það gott að í verkalýðsmálaráði Samfylkingunnar séu
Í verkefnismálum og samfélkingur bara það fólk sem framalega í verkefnisreifingunum og í samfélkingunni. Sem í stjórninni, það eru 3 sem að beittu sér mjög hart á aðeins í þinginu gegn Ragnarið Þór og Sólveig. Einn af þeim núverandi forseti ASÍ. Styrur, það bara þannig, menn það ég hef ekki ef Sólveig Anna væri samfélkingarmaður sem hún ekki og ég held að hún sé ekki af þeirri pólitík, þess vegna hún ekki samfélkingarmaður, en þá væri hún að sjálfsögðu velkomin og væri kosin í verkefnismálum á 1, 2, 3. En Ólöf Helga komin í framboðana? Það sem ég ætlaði að segja var þetta, að Kjartan félagi minn og vinur Valgarðsson, Hjartar erindi sem héti með þetta, samfélkingin verkalýðsflokkur og það var nokkuð gott erindi hjá hann, því hann sagði að lokum ég og var búin að rekja það sem sé hvernig þetta væri, hvernig sagan væri og þetta að eiga og vinna og svo framvegis og þá sagði hann, það sem kannski segir okkar það best að ef að samfélkingin ekki verkalýðsflokkur, hvað þá? Hvað erum við þá? Til hvers erum við þá? Þá getum við alveg eins bara gengið í Pírata að verið eitthvað annað, menn það er til fram styrkleikana 7, þá er ekki sístur styrkleikin þessi arfur og þessar tengingar við verkalýðshreyfinguna, samtök launafólks og vera sem sé til fyrir venjulegt fólk sem að til að bæta kjör, aðstæður og mentir og menning og svo framvegis venjulegs fólks og það er það sem við erum að gera í borginni og borgarlínan auðvitað þýðir það, hún ekkert afstrakt dæmi svona upp í hálóttunum þó að menn sé að búa það til. Þetta það sem við höfum kannski glemt að einhverju leyti, við höfum líka glemt að segja frá því, við höfum leyft því að falla í skuggan af öðrum málum sem hafa verið áberandi. Þessi breyting að kratísku flokkur Já, mér er ekki vel við það orðin við skulum hafa það þannig það er bara aldrun sem að horfir frá verkalýðnum á millistéttina. Þetta flokkar, systurflokkar ykkur út allan heim, glíma við vanda og það verða svona millistéttarlegri áherslunar og það sem að Kristrún er að tala að reyna að finna aftur eitthvað stráð að til dæmis að næstur við hittumst að þá myndi ég nefna húsnæðismál eða eitthvað sem við verðum að berja fyrir frekar heldur en flugvöllin eða skipulagsmál og Kristrún hefur mjög mikið verið að taka að húsnæðismálin væri ekki skipulagsmál þú veist, heldur væri að snýðast hvort að fólk myndi búa eitthvað þar. Það er bara búið að taka Reykjavík eins og stórt olíuskip, þessi fræga líking það tekur tölunan tíma að færa það burt frá þessari stefnu. En ég er bara að benda á að þetta er glíma sem að menn eiga út allan heim og sem að kannski ekkit þetta er mikil þraut og Kristrún hefur verið að tala ákveðnar lausnir í húsnæðismálunum sem eru klárlega sem sé, auðvitað millistéttin ef hún var óljóst hugtak líka og það má þetta segja það, menn er að tala millistéttina með fólk sem hefur farið í skóla sé í millistétt, þá er það nú svona svo því að þetta mjög fjölmennir hópar launafólks sem eru með meðallaun og lægri fólk sem hefur lokið háskólaprófi. Þannig að mann skammar sín ekki fyrir það að það fólk sé töluvert hjá okkur, það er bara fínt og það sem hefur náttúrulega gerst í gamla daga var þetta þannig að þessi flokkar róttæku flokkar byggðust upp á Íslandi minnst og á annars staðar byggðust upp á ákveðnu bandalagi verkalýðshreyfingar, launa fólks og svo framvegis lágstétta við kannski intelligensjuna við menntamenn sem voru það var þessi tenging sem skipti máli og ég held að hreinn flokkur sem stefnir að vera hreinn verkalýðsflokkur eða hreinn flokkur láglaunastétta og svo framvegis ég held að hann verði aldrei hann getur orðið fýtt flokkur en ég held að hann verði aldrei meira en svona 4-5% flokkur og hafi kannski ekki mjög mikil áhrif en það eru þeir sem vinna þurfa að mynda bandalag gegn þeim sem að vilja stjórna í krafti eignar sinnar. Ég er ekki að tala að taka allt að þeim en ég er að tala það er kannski það sem er munurinn á mér og þér en þeir þurfa sem sé að kontrollera þessa eign og færa hana gjarna annað. Ég hlusta vel á hugmyndir samvinnu, félög og náttúrulega blandað hagkerfi. Mér finnst það ekkert, það er allt einu komið tísku. Það er merking í dag heldur en 1970 blandað hagkerfi. Nú er þetta verið þannig að við höfum að deila rekstri eins og opinberða með einkageranum það var ekki þannig 1970. Við erum ekki með því, við erum á móti því. Móti einkavæðingu. Móti einkavæðingu. Á móti einkavæðingu, já, ég meina, móti einkavæðingu á því sem ekki á einkavæða.
Styrur, ég meina, en þú ert að fara á landsfund, þú ert bjart sitt, þú upplifir það, þú setja ég segi ekki endurfæðingu, en það sé svona eitthvað góð tímamót í flokknum þínum. Mér finnst það, mér líður þannig, mér líður bara vel og ég held að við séum á leiðin áfram og leiðin upp á við. Ég, fylgi er auðvitað markmið, en það er ekki þannig að maður horfa á hverja einustu konnun og segja, já nú er 2% upp og er það ekki vegna þess að Jón Jónsson hélt svo flott að ræða á þinginu. Það er auðvitað ekki þannig. Þetta eru hópar og þetta eru bandalög og þetta eru fólk er glaðara þegar fylgir á leiðinu. Þetta er identifikasjón. Fólk verður voðalega fúlt þegar fylgir á leiðinu. Já, þá fer það að spyrja. Þá er aldrei Jón Jónsson sem hélt vondaræði. Það er ekki þannig. Þá er eitthvað gerst annað. En fólk á þetta ekki að horfa svona. Menn þá að horfa yfir heil tímabil og athuga hvað er að gerast og skoða þessa kannanin. Men til þess eru þær gerðar. Hvað höfum við mist? Hvernig stöndum við ákveðnum hópum? Það er til dæmis alveg klárt að Flokkur fólksins sem ég var nú eitthvað að tala hranalegum hérna á hann en vil ekki gera, sérstaklega ekki mingu formann, þó að hinnir séu nú svona hinnir eiginlega séu nú svona auðvitað hefur ákveðin hópur sem ég vildi gjarna að væri samfylkingarfólk hefði áhrif í samfylkingunni og við varum að hugsa meira kosið Ingu meðal annars af því að Jóhanna Sigurðardóttir er ekki lengur til. Mjög gróft getum við sagt að Jóhannu Sigurðardóttir fylgið, hún átti ákveðið fylgi. Við höfum kannski ekki passað upp á það, ekki passað upp á að ná þeirri tengingu, ekki passað upp á að færa fram þá pólitík sem að héldi því við okkur og okkur við það. Þetta er ekki bara spurningum að veiða í netin, heldur líka bara hvaða markmið höfum við í lífinu, að því við erum að tala um að vera stór, hvað samfélgin verið stór. Og það hefur að sömurleyti farið til Ingu og er það til einskis gags. Flokkur fólksins er gagslaus, það er bara það þannig. Hann fyrir ekki í stjórn, hann er Inga grætur svolítið og getur verið svolítið smartstundum og svo taka við afstöðu á þinginu sem er bara svona hægri afstöð. Það merkir það að fólkið kýs gaglausa flokkin til að hann vera skári kostin ykkur. Já, það er náttúrulega það sem við þurfum að horfa á. Alveg klálega og alveg eins er það með fylgi Sjálfstæðisflokksins við ætlum ekki að fara að stela því frá okkur en það er auðvitað ýmislegt fólk þar sem kýs Sjálfstæðisflokknum vegna þess að það er bara orðið þreytt á samfylkingunni og því sem að finnst vera samfylgin eitthvað að bulla út í bæ með hluti sem að fylgi kom ekki við. Þegar við erum að skoða hvaða fylgi Sjálfstæðisflokk að koma þá er það eiginlega síst frá samfylgingunni. Já, það er mest þeir sem að kussa ekki neitt svo frá AFG og Pírötum samfélgingin mjög aftarlega. En það eru kannski ákveðna hópar sem við mjög gjarna vildum tala við. Svo er þetta náttúrulega þannig líka að ég hef verið að lesa, hvað heitir hann áttu, Slæter eða Snæder, ég er ekki langt komin og Vilhjálmur Árnason hefur lesað hann líka og var að taka eftir að Kristrún Frostadóttir er að segja svipaða hluti. Er það að tala um ameríska þetta verðleika kerfið að menn meg ekki rugglast við vinstri menn megum ekki rugglast á því að það að berjast fyrir verðleikum gegn spillingunni og gegn klíkuskapnum er ekki vinstri og hægri það er bróðskap einfallega gegn klíku og spillingu og við megum ekki fara að trúa á verðleikakerfið og hann segir þetta og Vilhjálmur líka sem sé að ef menn gangast inn á það þá er þau leið að gangast inn á það að í verðleikasamfélagi vinni þeir sem hafa verðleika en hinir tapa og þá erum við konum með samfélag sem eru svona winners og losers sem eru hugtak sem eru ákvæmlega illa nýfrjálskutíminn að sumuleyti með skiltani og þetta eru þetta ekki þannig þetta er klárt að þegar maður segja jöfn tækjafæri þá hljómar það mjög fallega og er góð hugsun en það má ekki vera jöfn tækjafæri þannig að stjórnmálaflokkurinn sem vil jöfn tækjafæri að hann máli línu og stilli öllum upp fyrir framan hana og skjóti svo að byssu en svo við vitum að fólk kemur misjafnt að þessari línu og það er okkar hlutverk að bæta ekki búið til eina tvera línu heldur að bæta hag hvers og eins og gefa honum frelsi til þess að rætast Það ætti að vera jafnaðarstefnan Þetta er jafnaðarstefnan þannig að jafnaðarstefnan vill að sjálfsögðu verðleika en hún hugsar ekki svona kassalaga og það sem þetta gerir því lýsir hann ágætlega í þessari bók sem heitir Tyranny of Meritism er það að hún býr til það að þeir sem að vinna sem sé
þeim líður mjög vel það að telja það með það og telja að það sé út á eigin verðleika. Það sé ekki út á fyrsta lagi hefni og í öðru lagi út á það að þeir hafa komið sér áfram með einhverjum hætti með svindli og sem sé með verið borður upp af menntakerfi sé búið til handa þeim. Við getum talað hvítt fólk og svart og hinn liðin er fyrirlitning á einum fátæku sem hann talar og hinn liðin er fyrirlitning á einum fátæku sem eru þá fátækir vegna þess að það er vegna þess að þeir eru skilið, þeir eru ekki betra skilið. Hvað gera henni fátæku og tapararnir sem ekki er betra skilið? Þeir náttúrulega hætta að líta á pólitík sem eitthvað sem að þeir eru að taka þátt í og þeir taka við mönnum eins og Trump og Boris Johnson. Þannig að þarna hefur sósíaldemókrasían við vinstrimenn gert ákveðin feil sem við þurfum að leiðrétta. Þurfum að fara aftur í grunninn og fara aftur í back to basics. Þú segir að 24% hans Bjarna sé bara toppurinn og hann hefur bara öllur hörna. Hvað getur Samfylkingin farið átt? Ég veit ekki, ég held hún ég vil ekki segja henni markmið, en mér finnst eðlilegt að hún sé ég sagði nú á hana, við varum 10% flokkur og hugsaðum eins og reyndum að hugsa eins og 25% flokkur. Markmiðið er kannski ekki að ná einhverju tilteknu fylgi, heldur er markmiðið það að geta búið til, geta laðað saman hópa stjórnmálasamtök til í miðju og til vinstri og í miðju, skulum við ára það. Þetta samfylkingin er þá tenging yfir í aðra flokka núna? Já, ég með alveg hygglust. En ekki með formulegum hætti þannig að við séum að bjóða upp einhverja sameininga viðræður eða eitthvað að þýta. Það bara, ef það gerist, þá gerist það einhver tíma. En að reyna að stilla saman strengina við aðra flokka, við Pírata, við Vinstri-græna þegar þeir eru komnir úr herleðingunni, við flokk fólksins þess vegna, við Sósíaldemókraflokkinn sem átti náttúrulega að fá hérna 2-3 þingmenn í síðustu kosningum, klálega. Staðan verið önnur ef hann hefði fengið það. Það væri miklu eðlilegra og þá væri miklu auðveldara að tala líka við Sósíaldemókraflokkinn, hann bæri meiri ábyrgð þó að hann væri ekki í stjórn og þá væri við að ræða við Sósíaldemókraflokkinn það hvað hverju munar og hvar getum við unnið saman. Okkur finnst hegðun ykkar í verkefnishreyfingin að vera fádæma ábyrgðarlaus. Að styðja eitthvað svona upplaupin og aðeins íþingi. Það er ekki við okkur finnst þetta að vera fullkomið ábyrgðarlaus. Ég segi næstu við því miður, en það er ekki þannig var þetta hérna milli 30 og 60 og 70. Þá voru flokkarnir sjálfir, verkalýðsforingjarnir og flokkarnir sjálfir að óperar inn í verkalýðshreyfingunni. Menn stóðu fyrir utan voru að telja hérna frá flokkunum. Þessi er kominn, X við þennan, þessi. En þennan vantar hringdi hann, láta hann koma hérna í fljóthættum frá Hafnarfirði og aðeins íþingi. Kláraðu hugsunna, ég trufla þig. Það er auðvitað ekki þannig. Það er hérna mjög margir í samfélkinguna þar meðal ég voru bara mjög ánægðir með það þegar hvað við segja, það sem maður kallaði þá nýju verkalýðshreyfinguna byrjaði, þegar hófst þessi uppreisn og þessi sveifla sem að Sólveig Anna stóð fyrir sérstaklega og Ragnar auðvitað líka. VFR var náttúrulega búið, það er lengri saga í VFR og víðar auðvitað það að sérfræðingaveldið ég bara tek undir það, sérfræðingaveldið það var afar óþarft sem byrjaði með Ásmundur Stefánssoni þegar þeir tóku hagfræðingin og gerðu hann að forseta þessi Guð minn góður, enda hvert fór hann svo fór hann bara í bankana og fór að leika sig sjálfur hjartað var aldrei í þessu í honum það er bara menn sem á að kaupa menn sem eru hérna eiga að vinna vinnuna sína fyrir verkefnishreyfinguna og ég leið bara þannig það er ekki, við höfum bara það er alls ekki þannig að við höfum verið á móti þessu sjálfur sér, það er hins vegar þannig með Sólveigu Önnu eins og ég sagði áðan, hún er ekki í Samfylkingunni, það er ekki hérna, við setjum hann ekki verkalýðsmannsráð vegna svona er það ekki eins með Vilhjálm Birgisson, ég held ekki að fara að sálgreina hérna hvernig var hann en Vilhjálm Birgisson er klárlega ekki neitt nálægt okkur í almenni pólitík. Ragnar í VFR, mér finnst hann vera miklu nær okkur, mér finnst að geta átt samræði við hann með hitt og þetta en það verið til dæmis í borginni að það er hérna, þessi húsnæðisfrumkvæði í borginni, það hefur meðal annars og ekki síst snúist samstarf við þann hluta verkefnishreyfingunnar sem hefur áhugað þessu. Ok, landsþingið, heldur að vinuðinn Kjartan Valgarðsson fái mótframboð sem formaður hann er búinn að því, það eru 2 í framboði. Nú hver er Flósi? Hver er mótorum? Guðmundur Ari Sigurjónsson, Seltjarnarnesi. Það gerist bara í kvöld. Já, svona glaðlegu maður eða ekki? Jú, ágætis strengur. Þú stendur með Kjartan í vinuðinum. Þeir eru búin að vera pólitískir samherjar í ansi langt, nokkra áratugi. Já, svona,
ég held að við aldrei verið pólitískir andstæðingar, en þetta komið fyrir að bara hann hefur ekki verið þar sem ég er og öfugt. Kjartan hefur bara gert mjög margt gott og inn í Samfylkingunni og stundum hefur verið að vinna benlinni sátum saman í stjórn Reykjavíkurfélagsins. Við fáum ekki að fylgjast með formannskjöri eða varaformannskjöri, þannig að við verðum að horfa á þetta kjör. Hvað snýst þetta kjör? Þetta kjör með formann framkvæmdastjórnar? Ekki neitt sem skipti máli í raun og veru, það bara valið milli 2 manna. Guðmundur Ari er ekki búin að kynna sína stefnu, Kjartan er búin að því. Já, gátt blað. Kjartan, gátt blað, já. Áfram, bara eins og Berlusconi. Áfram, já, akkurat. Forza Ítalía, áfram efnahagsstefnan. En Guðmundur Ari hefur ekki gert það, menn það þetta kemur upp alls konar óánægja, sérstaklega kannski með mann eins og, með stöðu eins og formann framkvæmdastjórnar, að því að menn vilja ekki tala illa formanninn og varaformanninn eða þá sem eru kjörnir fulltrúar og þá svona hægara. Fyrstu við einhverju stefnu sem kemur? Eða verður þetta landsþingi þar sem að nýr formaður var hildur? Ég held að þetta sé landsþingi þar sem nýr formaður var valinn og þar sem að menn verða að lesa sko í hjörtun eða menn verða að lesa í lifrina sko. Þannig að þess að stefnan, það hefur verið stefnu undirbúningur en það mestur út í sama stefnan. Við erum með sömu grunnstefnuna í flestum hlutum og það getur munað frá tíma til tíma, menn það sem þetta gerst í Samfylkingunni frá því ég kom þar inn, þegar ég kom þar inn var ég sko grænn og rauður svolítið og var svona svolítið í kantinum og síðan er ég eiginlega komin í miðjuna. Það er ekki ég sem hefur breyst mikið, minnst það ekki græni parturinn, heldur hefur bara annars vegar samfélagið hins vegar Samfylkingin breyst töluvert. Þú fórst með samfélaginu þegar miðjan færðist til hægri? Já, ég hélt mér nú alltaf að reynda að halda mér með fótum og höndum í miðjuna, en það bara miðja færðist. En það gerði það náttúrulega allir og þar að meðal en ég er nú komin aftur á róttakara línu. En ég er jafnaðarmaður, ég er ekki byltingamaður, ég ætla ekki að gera byltingu, láta að vera framvarasveit verkalýðsins og gera byltingu blóðuga eða ekki blóðuga. Þeir sem eru vinstra megin við sósíaldemókratana. Með alræðuriga ekki hægt að segja einheitslisten eða rautt í Noregi þetta séu Mélenchon í Frakklandi Corbyn er þetta byltinga sinna VFD svolítið eins og það var Mélenchon í Frakklandi við ekki mikla mætur á honum það er alltaf bara populismi í Mélenchon og það er nú kannski þessi rautt og einheitslisten einhverju leiti en þeir eru þetta sömuleita fiskjagruggu á vatninu og sömuleiti má kannski segja hlutverk þeirra hefur verið að halda stjórnarflokknum vinstri stjórnarflokknum við efnið ég hef ekkert að móti því menn eins og mér kannski fundist vanta að þeir segja ekki, þá líka við VFD áður og sósíaldemókrata núna, segja ekki hvar á að enda, er það byltingin, er það sem við hugsum okkur hérna, að sé samfélag þar sem við reynum ásamt verkalýðshreyfingunni að kontrollera kapitalismann og reynum að gera það líka með alþjóðastofnunum eins og Evrópusambandinu eða erum við bara að spá svona fram á næsta árið. Ég meina stjórnarflokkur eins og Samfylkingin og jafnaðarflokkurinn á Norðurlöndum, etc. að þeir verða að vera ábyrgir. Þeir get ekki hlaupið bara eitthvað og eitthvað til þess að ná í atkvæði. Bara taka hverri Það er ekki ábyrgt að ýta undir yfirtöku auðvaldsins með nýfrjálshyggjunni eins og þessum okkar hafa gert. Það er ekki ábyrgt. Ég tek undir það. Og eftirvill hefur Samfylkingin gert einhvern slíkan feil og ég samt ekki þú verður að benda mér á hann. Það er ekkert sérstakt dæmi það. Menn voru hallir undir blerismann eða réttar sagt undir þriðjuleiðina og það sem að þetta hérna þriðjuleiðin var þýsk, ensk, fransk og hún var auðvitað svar við ákveðinu stöðnum. Nú ég er ekkert alveg búin að afgreiða hana. Ég meina ég er eins og Jospin sagði, ég tel að markaðurinn sé góður verkamaður en ekki góður húsbóndi. Það sé þannig. Og hann geti, það sé ýmsar lausnir sem að markaður sem sjálfsagt að fela markaðnum en það verður að passa það verður að passa upp, það verður að hafa dómar á línuverði. Mörður, við slum taka þetta samtal seinna, þar sem að þú ert byrjað að bera saman sósíaldemókratin og sósíalismann, af því að við ætlum nú bara að tala hátíðina ykkar sem er landsfundur sem er framöndan. Ekki alveg ljós hvaða munur á því. Ég kalla mig til dæmis sósíalista, kannski ekki alveg eins og þú kallaði sósíalista, en ég var í Frakklandi og er svolítið undir áhrifum frá Frakklandi og flokkurinn í Frakklandi heitir ennþá Partí Sósíalist. Já, hann er minn en Samfylkingin. Núna, já, hann var með einu sem var stærsti sósíaldemókraflokkurinn
í Evrópu. Hann í stórkostlegum vanda. Hann í miklu vanda, já. En það eru flokkarnir kringum hann. Að taka deilu róttaka sósíalisma og sósíaldemókratíu. Á Spáni er okkar maður forsætisráðherra, í Þýskaland er okkar maður forsætisráðherra, og í Portugal og á Norðurlöndum sem sé þá var neitt atkvæði sem munnaði. Herðu, við tökum þetta samtalið seinna. En farðu nú á landsfund og skemmtu þér. Það er gaman á landsfundum, eða ekki? Já, feikilega gaman. Með þínu samherjum. Feikilega gaman. Herðu, gangi ykkur bara vel. Takk. Herðu, nú ætlum við að tala íslensku og innflytjendur eftir augnablik.